Dagurinn tekinn snemma í kaupfélaginu á Blönduósi. Einn af fyrstu sumardögunum runnin upp. Jóhann Örn Arnarsson, verslunarmaður, ætlar einungis að staldra við. Hann opnar verslunina, en hugur hans stendur til fjalla. Á bænum Beinakeldu, skammt sunnan við Blönduós, Guðráður Jóhannsson myndlistamaður að leggja síðustu hönd á mynd af Blönduósi. Gutti náttúrubarn af Guðs náð og alhliða veiðimaður, jafnt með byssu sem stöng, en heima fyrir sveiflar hann penslinum. Þetta eitthvað sem bara fór á stað. Svona. Ég fór reynda að fór snemma á stað að vísu. Ætla mér að ekki byrjaði að kvota svona, þetta sem mann eftir sig bara. Það komið sumar í byggð, en á heiðum uppi stendur enn bardagi vors og vetrar. Þó svo að vetur konungur hörfi nú á öllum vígstöðvum. Við ökum Langadalinn, yfir Svartá og norður Blöndudal. Sem við klífum heiðarsporðin upp á Auðkúluheiði eykst eftirvæntingin. Við höldum á vit ósnortinna náttúru, en leið á það svæði þar sem maðurinn hefur nýtt sér landið og umbylt því á köflum. Þurrir árfarvegir vitna stórbrotnar framkvæmdir. Náttúran hefur verið beisluð í þágu nútíma samfélagsmanna. Næstu 3 daga höfum við bækistöð í Áfangafelli, skála skammt frá Blöndulóni. Við hefjum veiðar í Vatnsdalsárdrögum. Hér gilda 2 jafnfljótir. Þetta dæmigerð heiðalönd, ýmist fúamýrar eða kargað þýfi yfir að fara. Við komin langleiðina upp á Hveravelli, á hina víðfemu Auðkúluheiði. Blöndulón sem varð til í byrjun áratugarins setur svip sinn á heiðina. Lónið þekur nú 40 ferkílómetra lands. Þetta paradís veiðimannsins og hér bæði þekkt veiðisvæði og ókönnuð lönd. Fyrir hreina tilviljun og í bland ævintýraþrá uppgötuðu þeir félagar ágætis bleikjuveiði í þessari litlu kvísl fjarri alfaraleið. Einungis örfáir veiðimenn þekkja þennan leyndardóm. Minkurinn hefur náð hér fótfestu. Ummerkin leyna sér ekki. Hversu hljóðlega sem rándýrið fer, segja sporin alla söguna. Menn hafa augun hjá sér og drekka í sig náttúruna á göngunni. Svona túr nú ekki farin nema með smá undirbúningi og aðdraganda. Þá yfirleitt svona mikil spennu í loftinu og gengir hratt og rösklega svona fyrstu klukkutímana. 3 klukkustunda óslitinn ganga loks á enda og fyrsti veiðistæðurinn blasir við. Þrátt fyrir lýjandi göngu gefa menn sér ekki tíma til að kasta mæðinni. Stundin runnin upp. Hér hefur engin veiðimaður sporað í tæpt ár. Gutti telur það forréttindi að skilja hér eftir sporin sín. En það líka það eina sem vitnar komu þeirra félaga. Báðir nota þeir eingöngu flugu og hér bara ein fluga sem virkar, Nobler. Við erum næst nota órans lita, en þetta rautt. Hann ekki síðri. Ég nýti þetta sjálfur. Þetta nú bara aðfengið keypt, en ég nýti stundum svona vatninga sem ég finn út í náttúrunni, ekki fyrir. Jói líka búinn að setja í hann. Þessi byrjun kemur þeim raunar ekki á óvart. Þetta það sem þeir áttu von á, miðað við fyrri reynslu. Þessi litla viðkvæma heiðakvísl hefur stundum gefið þeim mjög góða veiði. Úr einum og sama hylnum hafa þeir dregið á 3. tug fiska á skömmum tíma.
Þeir vita í raun mjög lítið svæðið og hafa bundist fastmælum að sleppa öllum fiski sem ekki skaddast af flugunni og þeir ætla jú að ná sér í soðið. Þetta fínt fiskur. Það í gegnum augað. Þetta? Sama hjá mér? Ha? Alveg það sama stöðu hjá mér. Já. Jæja, gutti mín, þetta byrja nú eins og það á að byrja. Akkurat, þetta fín byrjun. En er ekki dæmigerð svona leikið þau eru að leita að það? Nei, hún er stærri sko. Hún er mikið stærri. Hún er alltaf helmikið stærri sko. Það er ótrúlegt hversu öflugur noflerinn er við þessar aðstæður. Þeir hafa sjálfir hannað nýja útgáfu af þessari þekktu silungaflugu. Stélið er öðruvísi og þeir nota jöfnum höndum, rauða og skær appelsínugula búka. Nei, ég voðalega lítið prófað aðra flugur heldur en þessa. Þannig kannski maður sér ekki tilgangi í því að vera að skipta mikið fluga meðan þessi gefur. Þeir eru lentir í mokveiði. Gutti stígur dans við enn eina bleikjuna og flestar lifa þennan dans af. Það bara rættir út. Það rættir út og voruð bara. Á skömmum tíma hafa þeir landað fjölmörgum bleikjum á bilinu 2 til 3 pund. Bleikjan er nokkra stund að jafna sig eftir viðureignina en það er bjargföst trú þeirra félaga að henni verði ekki meint af enda hafa þeir fjarlægt agnhaldið af flugunni. Einungis örfáar bleikjur eru drepnar og þetta er hæfilegt í soðið. Nærvera veiðimanna truflar foreldri og einmana áttarungi, ungur að dögum, veit ekki að það er hættulegt að vera einn á ferð. Á stöku stað eru gríðardjúpir hyljir, þar sem áin hefur fyllt mikil jarðföll. Á þessum stöðum sér ekki til botns, þrátt fyrir að notuð séu Polaroid gleraugu sem brjóta speglun vatns og ljós. En Gutti veit að stóra rámbleikjan heldur sig í skugga dýpisins. Allir á litið með þig.
jafna sig þetta. Vorverkin eru misjöfn og margvísleg. Á flugbrautinni við Helgufellshala, sunnan Blöndulóns, gamli þristurinn, landgræðsluvélinn Páll Sveinsson, að hefja sig til flugs. Landsvirkjun hefur skuldbundið sig til að dreifa 400 tonnum af áburði á Auðkúlu og Eyvindarstaðaheiði til uppgræðslu á hverju sumri. Víða mikill uppblástur á heiðalöndum og marglitar rákir bera vott árangur á þessu sviði. Douglas DC-3 eða þristurinn vél af gamla skólanum og menn líta ósjálfrátt upp þegar þessi fljúgandi græni fingur klífur loftið á ríflega 200 km hraða. Hver farmur í raun greiðsla fyrir það land sem fór undir virkjunarlónið. Galtará einn af uppáhaldsveiðistöðum Gutta. Þetta besti tími dagsins þegar sólin farin að nálgast sjóndeildarhringinn. Hér bæði bleikja og urriði og þegar veðrið stillist með kvöldinu iðulega besta veiðivonin. Noblerinn eins konar seiðalíki og liturinn ögrandi. Þetta góð fluga, hún frekar stór. Það líkist kannski spinnar, reflex eða einhverju slíku. Samin kannski jafnvel flugu og skúm. Í Galtaránni hefur Gutti upplifað stórveiði á urriða. Á einum degi fékk hann á annan tug fiska. Þeir stærstu vel yfir 10 pund. Þetta reynist bleikja, smá og björt, líkast til nýlega gengin úr Blöndulóni. Við á miklum söguslóðum. Kjalvegur og næsta nágrenni sagnabrunnur. Í dulmagnaðri birtu vorkvöldsins koma upp í hugan sögur, Reynistaðabræður og örnefni á borð við Beinabrekka og Mannabeinavatn rifjast upp. Nýr dagur, ný verkefni og betra veður. Hannes staðarhaldari í Áfangafelli býður þeim félögum með sér í netjavitjun í Blöndulóni, þessu 40 ferkílómetra virkjunarlóni sem varð til þegar farvegur Blöndu var stíplaður við Reftjarnarbungu. Ég veit ekkert mikið lónið sem slíkt, annað en það að mikill fiskur í. Það enginn sem hefur svona veitt það nýðis að sinna eitt vitað almennilega það. Sko. En þú stundar netaveiði, hvernig gengur hún? Hún gengur rosalega vel. Það fullt af fiski hérna í lóninu. Fjögurra punda urriði vekur ánægju, annars aflinn bleikja. Margir óttuðust afdrif bleikjunar þegar blanda var virkjuð. En sem komið hafa þær áhyggjur reynst óþarfar, hvað sem síðar verður. Hvað að fá svona á góðum degi? Við að taka svona 8-12 fiska í net. Svoleiðis. Svo fer þetta bara eftir netafjöldanum. En hvað hefur þú séð stóra bleikju hérna? Hún hefur verið svona 5 pund.
Þeir veiða á stöng hérna. Það fyrir náttúrulega voðalega mikið eftir veðri og skilyrðum, sko. Ef það er mikill vindur og mikill öldugangur á lóninu, þá er erfitt að veiða hérna. Það bruggast upp á svona. En í svona veðri þá er þetta að taka fiskinn á stöng. Síðdegis við ármót Seyðisár og Blöndu rekumst við á sjaldséðan gest í íslenskri náttúru. Þetta er snæugla. Snæuglan er hánorrænt fugl. Síðasta staðfesta varp hennar hér á landi var árið 1957 þegar ófleygur ungi fannst. Í dag er snæuglan talin flækingur á Íslandi. Hún á sér afmarkaðar veiðilendur og heggur skörð í þá unga fjöld sem nú er að komast á legg. Gildir þá einu hvort þeir ungar eru frá smáfuglum eða herskáum kjóum. Hennar aðalfæða eru gæsir og rjúpur, en snæuglan slær ekki hendi á móti kjóaunga sem vilst hefur úr hreiðrinu. Þrátt fyrir harðvítugar árásir kjóans hefur uglan betur og étur einn ungan. Hún hrekst ekki á brott fyrr en máltíðinni er lokið. Grunur leikur á að snæuglan hafi verpt á þessu svæði í sumar, en það er ekki vitað fyrir víst. Enn er lagt í hann. Nú á að veiða aðra kvísl í Vatnsdalsárdrögum sem þeir Gutti og Jói hafa ekki reynt áður. Það er bara að komast í nýjan spenning, finna eitthvað nýtt. Það sem að telur aðrir fari lítið og þá leita maður þar. Þeir staldra við náttúruundrin. Lóuhreiður í fullkomnum felulitum fangar athygli þeirra. Fyrstu ungarnir eru komnir á stjá í kapplaupi við stutt sumar norðurhjarans, þar sem lífsbaráttan er hörð. Gleðiblandin vorkunartilfinning kviknar í brjósti veiðimanna við þessa sjón. Samúð með áhyggjufullum foreldrum rekur Gutta og Jóa á brott. Þetta er frekar lítil á. Þú sér það ekki, þú kemur að henni að hann geymir stóra fiska. Hér þarf að vaða yfir kvíslina og það leynir sér ekki að menn koma fölir undan vetri. Hvít húð, hraust húð, það er einhvers staðar. Það er fátt meira frískandi en að vaða fjallalæk á heitum sumardegi. Vissulega hlýst af þessu ónæði og brunnklukka skýst í felur með loftforða undir skelinni. Svona 9,5 gráða. Tæpar 10 gráður er kjörhiti fyrir fluguveiði á þessum slóðum og enn er það noblerinn. Það er bara að pröfa eitthvað nýtt, spennandi. Við erum á slóðum þar sem enginn hefur verið áður og freista gjafanir. Gæfan brosir við þeim í dag. Þeir hafa uppgötvað enn einn veiðistaðinn.
Og það sigur í sjálfu sér. Þetta stór bleikja og einhvern tíman hefði hún þessi verið feig. Ég var hérna áður fyrir, þá var ég svona, dálítið svona, kannski garafengi veiðimaður. Ég veiddi mikið og vildi veiða mikið og drepa mikið. Það að breytast. Nú vil maður bara njóta þess meira. Bara vera með svona og eins og með til dæmis flugveiði. Fá að kljást við hann og lofa hann svo bara að fara og lifa góðu lífi áfram. Sjálfur telur Gutti þetta merki þroska og víst að bleikjan nýtur góðs af breyttu atferli Gutta. Þessi bleikja ósködduð og fær því frelsi á ný. Það best að vera í náttúrunni og vera innan lífið, það sem allt frjálst. Fallegt. Þessi ósvikni ánægjusvipur ber vott þakklæti og gleði. Ef minkurinn tekur hann ekki, hrygnir hún í haust. Ég held nú að svona ár og staðan eins og við erum að veiða og það fer enginn í þetta nema þeir alhörðustu og þeir vonandi fara bara okkar fordæmi og sleppa. Hann á eftir? Já, hann komið með hann. Þetta var alls ekki dæmigerð taka. Ekki missa, Jói. Þessi tók í yfirborðinu. Þetta heitasti dagurinn, það sem af sumri, og í fyrsta skipti nær áin því að hlýna verulega. Að öllum líkindum skýrir það yfirborðstökuna. Það virðist vera raunin að hann tekur bara, ef hann við það, þá tekur hann leið. Slappið, sko. Já, þeir ekkert með mikið lætur. Einu var nokkuð voraður, Það fyrstu kostin, já. Svona, það kannski 4-5 kost. Þá raunin að hann kominn á ef hann annars erum við ekkert að eyða neitt meiri tími í það. Þessi bleikja hefur komist í hann krappan áður. Greinileg för eftir minkaklær má sjá á styrlunni, en þau sár að mestu gróin. Það erfitt að þóknast tveimur gyðjum. Listagyðjan og veiðigyðjan togast á í Gutta. Listamaðurinn nær yfirhöndinni stund og með blýanti frystir hann eilífðina. Náttúrugutti, já. Geti verið ágætisnafn á hann. Mikið náttúrubarn. Hefur náttúrulega elst upp í sveit og við og í náttúrunni frá því að mann eftir sig. Veiðigyðjan þarf líka sitt. Enn sveiflast noblerins gæði, ótt og títt, en taktfast.
Þeir telja víst að staðbundinn bleikjustopp sé að ræða. Hér fær náttúran að njóta vafans og til að vera vissir að ganga ekki of nærri stofninum, sleppa þeir öllum fiskum sem ekki eru særðir. Þessi hefði verið 4 pund ef það væri heitari. Vorið kom seint á fjöllum og þar kann að vera skýring á holdarfari bleikjunnar. Þetta er magur bleik. Það kemur einhver sælu tilfinning, ánægja, sérstaklega að sjá hann sleppa hann, sjá hann fara út í lífið aftur.